velkomin með mér í Glettur. Ég ákvað nú að klæða mig upp á í tilefni dagsins. Oft verið ástæða til en sjaldan eins og nú. Þetta síðasti Glettuþátturinn að austan. Gletturnar hafa verið í loftinu meira og minna allt frá því í sumarbyrjun árið 2012 og þótti því flestum komið nóg. Ákvað að breyta til og snúa mér að öðrum verkefnum. Að þessu tilefni fannst mér tilvalið að líta öxl og kíkja aðeins á það sem ég hef verið að gera undanfarin 3,5 ár. Fyrsti þátturinn fór í loftið í sumarbyrjun 2012 og þá var ég í Borgarfirði eystra. Við skulum kíkja á það. Ég er staddur hérna við eitt vinalegasta húsið í Bakkagerði. Hérna býr Elísabet Sveinsdóttir og oftast af heimamönnum kölluð bara Stella. En ég veit að það eru alltaf allir velkomnir í Lindarbakka. Hús sem var byggt fyrir fyrri aldamót. Við skulum banka og vita hvað Stella segir í dag. Nú bara að vona að Stella sé heima. Góðan daginn. Blessaður. Blessaður. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Mér var sagt hér af heimamönnum að ég ætti að banka upp á Lindarbakka og hitta Stellu því að þangað voru alltaf allir velkomnir. Já, það allir velkomnir. Ef einhver heima þá kemur hann inn bara og allir velkomnir. Það ekkert annað. Ekki lítið inn. Já, við gangi í bæinn. Já, gerum það. Það gaman. Hér stóð bær með bustir 4, hér stóð bær á lágum hól, hér stóð bær sem bensku minning, vefur bjarm af morgun sól. Hér stóð bær með blóm á þekju, hér stóð bær með veðruð þil, hér stóð bær og veggja brotinn, en það ber við lækjargil. Jæja Stella, hérna erum við komin inn í eldhúsið. Þetta gömul og vinaleg vél. Já, þetta kjörgripur. Þetta alveg kjörgripur. Og í fullu gildi? Já. Sýndu mér ísskápið. Ísskápinn, já. Hann hagalega gerður. Já, þetta ísskápurinn krakkarnir kallar. Þetta kælir, það kalt í þessu sko, í veggnum sko. En þetta bara náttúrulegur íslenskur ísskápur. Já. Þetta allt smíðað hérna. Þetta rúm líklegast orðið yfir 100 ára því að ef það rétt sem að sagt að maðurinn sem smíðaði að hann fór til Ameríku 1903. Það hægt að stytta og hengja eftir þarfum. Já. En breytin alltaf svo saman. Já, fólk þurfti ekkert meira pláss, ég kom betur saman þá líka. Komið allir kaprísveinar, komið sláið mig hring, meðan ég mitt kveðju kvæði Katarínu litlu syng. Látið hlæja og grát af gleði, gítara og mandólín. Katarína, Katarína, Katarín stúlkan mín. Hvað elsti hlutinn á húsinu gamall? Kjallarinn. Það kjallarinn? Já. Eitt náttúrulega endurnýjað torf alltaf, það endist ekki endalaust, en það sumt, það sem var hlaðið þegar við keyptum, sko. Og húsið, ekkert erfitt að halda því við? Nei, það erfitt, það allir boðnir og búnir að hjálpa til og svo bara fara hérna niður í blá og náðu sér það ekki bíkó hérna. Já, þú fer niður í blá og nærðir í torf. Já, eða þeir sem hugsa torf við. Stella, hérna ég með mynd af gamalli konu greinilega hér inn í þessu húsi. Þetta fyrrum íbúi í húsinu? Já, þetta kona sem síðast íbúin sem bjó hér allan ársins hring. Og hún bjargaði þessu húsi. Hún vildi ekki fara og var heilsu góð og vildi ekki fara heldur yfirum. Svo sonur hennar tók sér til og lagaði húsið, einangraði hérna gólfið í kjallarann. Keypti eldavélina og setti snyrtingu hérna fyrir hana. Og hún var hérna í 10 ár. Það er ekki bara hérna inni sem að sjá eins og marga og skemmtilega gamla muni. Þú ert líka með skemmu hér úti sem að... Já, hún er ekki, við byggðum hana sko. Maðurinn minn var búinn að byggja hana og nú þetta var orðið fullt af dóti sem að fólk sem ég á ekkert í, það bara það. Og þetta trómlan? Þetta trómlan. Þvotturinn settur honni. Og svo að hann snúa? Svo bara snúa. Aha. Það
Það nú verið svolítið tafsamt á þú í þessu. Já, þess vegna voru ungu menninni svo reiðir sem voru í sveitinni. Já. Það þurfa að vera inn í bæ til að snúa þvottavél. Svo tappaði af hérna, sko. Það verður mikið þótt skemmtilegt verk. Nei, kvenmannsverk. Já, kaupakonan, hann skýst í gröf, gerir þá alveg frá. Já, kaupakonan, hann skýst í gröf, sof ekki svei mér þá. Jæja, Stella, það var aldeilis gaman að fá að koma í Lindarbakka. Já. Þakkar innlega fyrir móttökurnar og hafa það sem allra best. Hérna ég ætla að gefa óskastein. Óskasteinar? Já. Það er eitt annað. Það voru mér allir vegið fæ. Já. Takk fyrir samveruna. Já, góða ferð. Bóndasson þar á bæjunum brennanda ástar þrá. Hann Siggi á farmalnum syngur svásamær háfleigan brag og Geir sem roskinn og reyndur að nú raka sig tvisvar á dag. Já, kaupakonan, hann skýst í gröf, gerir þá alveg frá. Já, kaupakonan, hann skýst í gröf, sof ekki svei mér þá. Þegar ég fór að forvitnast að þessu mannlífið hérna í Borgarfirði og sérstaklega hérna í þorpunni í Bakkagerði, þá kom nafn Kalla Sveins dálítið oft við sögu. Ég var að spyrja hver er með fiskverkurina og það er Kalli Sveins. Ég fór að spyrja er ekki einhver að verka hákall? Jú, það er Kalli Sveins. Svo fór ég að spyrja kaffistofur, ekki kaffistofa að finna hérna? Jú, það er Kalli Sveins sem sér hana. Og já, álfasteinn það ekki til ennþá, er ekki verið að slípa steina og búa til listaverkum þeim? Jú, Kalli Sveins sér það. Er ekki svolítið til í þessu með hérna þína athafnasemi? Þú ert að vasast í ansi mörgu. Já, ég vil ekki segja bara að það sé allstaðar og hvergi. Það er náttúrulega þegar maður er í svona mörgu að þá gerir maður kannski ekki hlutina eins vel og maður ætti að myndi vilja gera sko, en þetta svona var að reyna að gera sitt besta. Það voru sumir vinir þínir sem að gerðu góðlegt grínaðis og sögðu að þú voru að tala við kónginn, þetta er Kalli kóngur. Já. Hefurðu heyrt það? Það er svona notað svona þegar að það er á við sko, en svona það vantar nú kannski svolítið svona upp á virðinguna stundum hjá þessum sem að kalla hann kónginn. Þetta er það getur verið. Enginn á landinu konum eins kær og Kalli. Hvaða Kalli? Hann Kalli. Hvaða Kalli? Hann Kalli á hóli. Hér í Bakkagerði, þetta er ekki nema svona 140 manna samfélagi eða svo. Þá lítur þetta að vera langstærsti vinnustæði. Jú, það er það nú líklegast, en eins og fyrir bara 3-4 árum að þá voru mun fleiri að vinna. Það voru unnir 6-8 í viðbútt við það sem er núna. Já, það eru flestir hérna sem eru á kvóta, það er einhverjir 2-3 bara sem eru á þessu strandveiðum og þannig að þær skipta okkur hérna voðalega litlu máli sko. En þessar strandveiðar, það er nú bara, segi ég að þetta kerfi var eiginlega búið til fyrir þá sem eru búin að selja sig tvisvar og jafnvel þrisvar út úr kerfinu og komast alltaf inn aftur og alltaf jafn hissa á því að fá ekki að fiska alveg eins og þeir vilja sko. Nú frá Borgarfirði er best að fara suður alla firði alla leið á Djúpavog. Við skulum sjá hverju þið kynntist þar sumarið 2012. Þéttbýlið hér í Djúpavogi stendur í einstöku umhverfi. Fjallarhingurinn dásamlegur og tala nú ekki með klettabeltin og klettaborgirnar hér í nándinni í bland við gömlu húsin og svo kemur Austfjarðarþokan með reglulegu millibili. Nú þetta gefur staðnum sjarma og ef til vill eru það straumar úr þessu umhverfi sem gefa fatahönnuði innblástur til að búa til flíkur sem slegið hafa í gegn allan heim. Já, alveg pottþétt. Ég væri að gera eitthvað allt annað ef ég væri ekki hér. Það er bara alveg á hreinu og ég efast ekki það eina sekúndu að náttúran bara öllu þessi hreinleiki, hann að gefa mér ótrúlega mikið. Sagan hérna í kring
og náttúrulega bara saga Íslendinga. Þetta svo mikil eitthvað bara, það meðist bara svo mikil kraftur einhvern veginn í öllum, meðist svona svo mikið töff hvað Íslendingar hafa verið duglegir og þess háttar. Þannig að það alls konar sögur sem veita mér innblástur daginn. Sögur sem veita mér innblástur og náttúran, að sjálfsögur hráefnin, þau koma aldrei innst til mín og þó ég panti skammt með 50 laxaróðum, þá get ég aldrei verið fyrirfram búin að ákveða algjörlega hvernig hluturinn á að líta út því að þau koma í öllum stærðum, breytum, lengdum, áferðina mismunandi, þetta skiptir máli, aldurinn á dýrinu, alveg sama hvort það hreindýr eða kindur, fiskarnir. Við erum að veiða hérna alveg náttúrulega gríðalegt magn af fiskum. Það slátrað mörg 100.000 rollum á ári og hreindýrakvótinn í kringum 1000 dýr. Þannig að 1000 skinn af 1000 hreindýrum, þetta gefur alveg gríðalegt verðmæti. Það eru veiðimennirnir og það þjónustan í kringum það. Það flutningamiðstöðvarnar hérna á landinu, það sútunarstöðin og svo það hönnuðirnir eða handverksfólkið, þeir sem vinna úr hráefnunum. Fiskiroðið, þeir ferlið náttúrulega svo langt frá því að þeir eru veiddir út á sjó, fara í gegnum fiskvinnslur, matvælaframleiðslur og ýmislegt annað, svo sútunarstöðin og koma svo til okkar. Þannig að ég flyt ekkert inn nema tvinna, rennilás og eitthvað járnstykki sem ég neyðist til þess að flytja inn núna og samt ég búin að þróa tækni til þess að svissa út helling af járnsmellum og ýmsu öðru fyrir bara horn og bein sem ég fæ þá annaðhvort bara beint í náttúrunni eða frá handverksfólki hér á svæðinu og þar af leiðandi hægt að komast rosalega langt án þess að vera að flytja inn. Þannig að við ættum náttúrulega að gera þetta í miklu meira magni og flytja þetta svo út. Þannig að það markmið. Verkunin á, sútunin á hreindýrum hérna á Íslandi spes og hreindýrin hérna eru mjög mössuð af því að þau eru náttúrulega villt og rosalega heilbrigð. Þannig að það hægt að sjá mótast fyrir æðakerfinu og hryggnum í bakliðin á leðrinu sem enginn eiginlega veit og notað bara, ég held hvergi í heiminum nema hérna á Íslandi og alveg í ofboðslega litlu mæli. Þín framleiðsla hefur vakið athygli ekki bara á Íslandi, heldur víða um. Ertu ekki komin á síður tískublaðanna? Já, við komumst allavega með, það var flott myndataka sem við tókum hérna, ég og alveg ofboðslega fær ljósmyndari, Anna Ósk, sem búsett í Svíþjóð. Þær lentu inn á fotobloggi Vogue á Ítalíu. Þannig að, jú, og svo náttúrulega einhver svona lítil tímarit og blogg sem hafa fjallað þessa hönnun. En við erum svo sem ekki byrjuð að markaðsetja neinum krafti erlendis, en ég vona að það verði byrjað svona innan árs. Góð sóknarfæri, ég vona ykkur gangi vel. Takk fyrir, takk kærlega. Við erum konir í löngubúð, langabúð, stendur undir nafni orðsins fyrstu merkingu. Hvað hún löng? Langabúð 39 metrar á lengd og sennilega 8 metrar á breidd, þannig að hún löng og stór og hún á 2 hæðum, sennilega í heildina yfir 360 fermetrar. Og þetta var verslunarhús og elsta húsið á staðnum? Þetta elsta húsið á staðnum og með elstu húsum á landinu. Þetta hús frá því 1790. Reyndar svona sögursagnir og heimildir fyrir húsum hér á þessari torfu frá því alveg 1742 en 1790 það ártalið sem var sett á þetta hús. Það var búið umbyggja þau og allt slíkt og þannig að það var svolítið erfitt að finna kannski nákvæmlega árið en 1790 formlega gefið út á þetta hús. Við sitjum hérna í vinnustofu Ríkards Jónssonar. Hann úr Djúpavogi. Já, hann hérna frá Djúpavogi. Hann bjó hérna rétt fyrir þorpið inn í Hamarsfirði, Strýtu í Hamarsfirði og hans fjölskylda og meðal hans bróðir hans Finnur Jónsson, listmálari og sem Strýta hérna rétt fyrir innan, eins og ég segi. Þetta gríðarlega mikið umfangs. Hér eru margar persónur þekktar úr sögunni, skáld og stjórnmálamenn og prestar og bara nefndu það. Hann hefur ekki verið aðgerðalaus, Ríkharður? Ja, hann hefur greinilega verið mjög afkastamikill enda mikil
dugnaða forkur og þetta er nú bara brot af því sem eftir á. Það fullt hérna upp á lofti og síðan alltaf mikið í einkaeign hingað og þangað landin og heiminn bara. Þekktur fyrir verk bæði hjá Sameinuðu þjóðunum og annað, fundarhamar Sameinuðu þjóðunum slíkt. Ég líka rækti ykkar menn, annar maður úr Djúpavogi var Eysteinn Jónsson. Hann á stofu hérna við hliðina á Ríkharðshafni. Já, ég er afskaplega stoltur af því að við fengum Eysteinn hérna inn til okkar því að Eysteinn var náttúrulega fæddur og uppalinn hjá Djúpavogi og lengi á þingi, sennilega hálfa öld eða svo og ráðherra, sérst 19 ára ef maður rétt. Voru ekki allir íbúar hér í Framsóknarflokknum á þeim árum? Það var hérna, þegar ég var alast upp, alltaf ekki verið svona yfir 70% framsóknarmenn, svo restina þeir voru alþýðubandalagsmenn og það var einn krati hérna og einn sjálfstæðismaður svona fram undir 80 alveg sko. Það er mjög virðulegur stóll, er þetta ráðherrastóll? Þetta er einmitt eitt ráðherrastóllinn úr Alþingi sem við fengum að láni og má vera hér. Þeir voru notaði fram yfir 1960 og hérna... Var þessi laus? Þessi laus, þetta er eini ráðherrastóllinn á Íslandi sem er laus og það er mjög gott að fá að sitjast í hann annars slagi svona og fá smá útrás á svona egóið ef við vilja það sko. Ríkharður Eysteinn, einn maður á Djúpavogi sem ég minnist og hefur þessi skemmtilega bók eftir Djúpavogið mitt, Stefán Jónsson. Er ekki næsta búið til stofu Stefán Jónsson fréttamanns? Það væri afskaplega gaman og vel við hæfi að fá Stefán hérna inn á svæðið og Stefán er náttúrulega maður sem að markasetti Djúpavog með miklu myndabrag meðal annars með bókinni sína Breyta fjalli sem er náttúrulega sögur af fólki hér og margar sögur einmitt á Löngubúð. Listaverk hér í húsinu og svo eru listaverk hérna niður við höfnina. Segðu mér hvernig þau komu til. Þetta er hann Sigurður Guðmundsson listamann, Eggin í Gleðivík og þetta eru egg úr steinum frá nokkuð mörgum fuglategundum. Sigurður kemur hérna fyrir einum 12-14 árum, kemur með Norrænu hérna til landsins á húsbíl og kemur hérna kvöldið til og gistir hérna undir bóndavörðu. Og hérna þegar hann vaknar morgunum, kl. 6 morgunin, þá er þessi björtu fallegu morgnar sem geta verið hér alveg dýrlegir og eru oft yfir sumarið. Og hann hélt að hann væri í Himnaríki og ákvað það að festa sér hús hérna og gerði það upp sem að kallast ennþá frá þeim degi Himnaríki. Það er mikið dulúð yfir Djúpavogi, fjöllin, drangarnir, klettarnir, Austfjarðaþokan í bland. Er þetta kannski eins konar Himnaríki? Það er það nú sko, en það þrífst hérna náttúrulega verur sem ekki myndu fá inngöngu í Himnaríki, eins og náttúrulega draugar og huldufólk og það er einn draugur sem er þekktur sem er hér í Löngubúð, Skálabrandur. Besta stykkið hann ekki? Það er besta stykkið hann. Skálabrandur er mjög svona spakur draugur ef að sem sagt hérna menn trúa á hann. Það er mjög mikilvægt að trúa á hann. Ef þú ferð eitthvað að rengja tilveru hans þá geta hann farið eitthvað að hnuppa í þig. Það sem einkennir Seyðisfjörð er fallegt umhverfi, fallegt landslag, en maður tekur líka eftir því þegar maður keyrir bæinn að hér eru mjög falleg hús og sem betur fer er mörgum þeirra mjög vel við haldið. Mig langaði að fræðast aðeins nánar sögu bæjarins og sögu þessara húsa. Og sá maður sem veit ansi margt sögu bæjarins og húsana er hann Jóhann Sveinbjörnsson, fyrrverandi bæjargjaldkeri. Við skulum rölta bæinn með Jóhanni. Jóhann, þetta hús hefur stöndum við hérna. Þetta er nú sögufrægt hús á Seyðisfirði. Já, þetta er byggt af Otto Vatni. Hér átti hann heima. Og Otto Vatni var, eins og við segjum, faðir Seyðisfjarðar. Hann kom hingað 1870 í sambandi við síldveiðar. Eða skeið svona voru áhöld hvar höfuðborgin ætti að vera, hvort hún ætti að vera á Seyðisfirði eða í Reykjavík. Það var aldamótin 1900. Það er á þeim árum sem ákveðið er að leggja sæsímastrenginn og hann kemur hérna inn í þetta hús. Já, hann er leiddur hingað inn í þetta hús. Kapallinn kom hérna inn og svo var það bara suður og var sími. Voru símastöðrar svona svolítið herra en þú en ekki mikið. Þeir voru lagðir alveg eftir endurlöngu landinu. Hérna er fallbyssa. Já. Við erum ekki neitt hættur það? Þessi fallbyssa er smíðuð 1852 í Stafsjö í Svíþjóð
Hún er smíðuð fyrir danska stórskotaliðið, landherinn. Komin í tíma gagni svona í hernaðarlegum tilgangi? Hún er svona svolítið ógnvekjandi svoleiðis að það hefur aldrei verið gerð regluleg innrás hérna vegna þess að það er vitað þessa byssu. Já, hennar fælingar kröftum duga. Hún hefur fælingar mátt mikið. Jæja, þetta hús sem við sjáum hérna alltaf við okkur heitir að því að mér skilst Valhall. Já. Það er stórt nafn. Já, það er stórt nafn, enda bjó hér og átti þetta Benedikt Jónasson og Benedikt var þýskur konsúll, svoleiðis að Valhöll, þetta er flott nafn, enda var hér skilti, lítið skilti með þýska erninum og hakakrossi þar í klónum. Það er ekkert annað. Seinna var í þessu húsi áfengisverslun. Já, það var hún var í nokkuð langan tíma, var áfengisverslunin hérna, Benedikt var með hana. Og eina áfengisverslunin á öllu Austurlandi. Á Austurlandi og hingað var mikill straumur, bæði sjóleiðin og yfir fjallið að ná sér í brennivín. Þegar ég var upp á Héraði og maður spurði héraðsmenn hvað er lengi að skjótast til Seyðisfjarðar, þá var svarið gjarnan, það fyrir eftir hvað klukkan er. Já. Kannastu við þetta? Já, ég kannast við þetta. Hér er allt harlokað í dag. Já, þú fær ekki brennivín hér, núna það er hérna rétt, hérna stuttu fyrir hérna. Það er svo margt að minnast á, frá morgni æsku ljósum, vorið hló við barnsins brá og bjó sig skart af rósum. Við ættum geta eina nátt, varðanda látið drauma, dalinn bjó í austurátt, þar átti mamma heima. Hérna heitir að vera á öldun, ekki satt? Já, nú erum við komin inn á öldu. Hérna er til dæmis sem er núna sýsluskrifstofan. Hér var bæjarskrifstofan áður. Til 1980 þá fluttum við út á gamla Símstöð. Gamla vatnihúsið. Já, já. Nú erum við konir hér upp á ölduna og hér er hús núna sem heitir Hótel Alda, eða Aldan. Hvað var hér upphaflega? Þetta hefur ekki alltaf verið hótel. Nei, hér var banki eins lengi og ég man. Og sýslumaðurinn hér rétt hjá. Þetta hefur sem sagt verið svona eins og miðbærinn á Seyðisfirði. Það var það. Kirkjan stendur hérna við endan á götunni. Hún hefur ekki alltaf staðið hérna inni í Kaupstað, ykkar kirkja? Nei, hún var á sínum tíma út á Vestalseyri. Frá Vestalseyri var hún flutt hingað inn eftir og í einhverju ofviðri þá fauk hún. Og eftir það þá var hún, ég held hún að verið færð niður á eyrina, en þegar að kirkjan fauk þá held ég að sé rétt hjá mér að það hafi verið Páll Ólafsson sem að sagði: Drottinn kirkjunni burtu blés í bræði sinni, hví var klerkurinn ekki inni. Hér var verslun bara venjuleg á þó, nokkuð óvenjuleg vegna þess að þetta var mikið verslað hérna og hann verslaði hér með nýlendu vörur bara og allt sem nöfnum tjáir að nefna. Var þetta kannski einn stærsta verslunin í bænum? Já, þetta var einn stærsta verslunin. Og stærsta í langan tíma með kaupfélaginu, sko. Hérna við hliðina á okkur er svo kallað Láruhús sem var nú næstum farið ekki fyrir löngu síðan í bruna en nú er verið að gera það upp. Já. Góðu heilli. Já, já. Hefur ekki svolítið gaman að því að sjá hvað mörg hús eru svona að komast í sparifötin á Seyðisfirði? Jú, við máttum ekki láta þetta drabbast meira niður vegna þess að þá var eins og það væri bara svona, tannlaus gómur, sko. Þetta er ein framtönnun í bænum, til dæmis. Þarna verslaði Lára? Þarna verslaði Lára. Hún var dóttir Bjarna Press á Siglufirði? Já. Sem kannski þekktastu fyrir að safna öllum þjóðlögunum? Jú, jú. Já, hann er talinn faðir Siglufjarðar. Var nokkuð bruggaðan í húsinu? Jú, jú, Lára bruggaði. Hún bruggaði vísindalega og átti alltaf öl.
Gott öl. Gott öl, já, og þegar hún var svona eldri og við vorum flutt hérna í næsta hús við hana, að þá náttúrulega voru ágætis samskipti þar, eða mjög góð. Og hún náttúrulega greip mig í það að snúast í bruggun og brugga bara með sér. Og sagði mér bara til. Þannig að þú ert ekki bara fyrrverandi bæjargjaldkeri, þú ert fyrrverandi yfirbruggari hjá Láru. Hjá Láru, sko. Einn af fleirum, sko, en ég var svo síðasti, held ég. En Lára sagði mér það. Maður fór nú skrafn og stuttu til hennar og fekk sér einu og eina ölkollu með henni. Og það var voðalega, hún var andatróðar. Já, alveg, sko. Hún alveg trúði á andan og þeir voru í beinu sambandi við hana. Ég náttúrulega gerði grín að þessu. Þá sagði hún bara, Jóhann, skammastu þín vantrúar kommunistinu. Hún hitt alltaf naglan á höfuðið, Lára. Þótt löngu séu liðnir hjá, þeir ljúfu fögru morgnar, þá lifnar yfir öldums brá, raddir horfnar. Hver endur minning svo hlý að yljar köldu hjarta. Hver saga forn saga ný sólskins daga bjarta. Jó, veit þetta fallegur staður. Í góðu veðri þá þetta mjög fallegur staður. Svona með fallegri stöðum á landinu. Ég svona líki Seyðisfirði við Djúpavog, Stykkishólm og Ísafjörð. Og svo hluta af Akureyri. Jóhann, ég þakka þér fyrir göngutúrunum Seyðisfjörði, við getum haldið endalaust áfram, en sláum botninn í þetta hér. Það var gott. Já, sömuleiðis.